Biskupar, prestar og munkar. Biskupsstólarnir tveir, Skálholt og Hólar, voru aðalmiðstöðvar landsins. Þar voru dómkirkjur, stærstu byggingar landsins. Íslensku biskupsstólarnir heyrðu undir erkibiskupsstólinn í Þrándheimi. Í guðfræðilegum efnum sóttu íslenskir klerkar ráð til erkibiskups og dómkapítulans þar. Biskupsstólarnir voru ríkir af jarðeignum og stærstu fyrirtæki landsins. Sem sagt aflvakar í efnahagsmálum. Þeir áttu haffær skip sem sigldu til Noregs og fiskibáta við ströndina. Til þess að tryggja sér bakbyggingavið átti Skálholtsstóll skóglendi í Björgvin. Þegar í harðbakkann sló, höfðu biskupsstólarnir bankastarfsemi á hendi. Það mátti nefnilega veðsetja kirkjusilfrið. Á Alþingi höfðu biskuparnir mikil áhrif og höfðu dómsvald kirkjunnar í sínum höndum. Samkvæmt kaþólskum skilningi voru biskupar feður fátæklinganna og höfðu á höndum umfangsmikla fátækraframfærslu. Ýmsir prelátar önnuðust stjórnsýslu, kirkjuhald og litúrgíu á biskupsstólunum. Þangað fóru ungir menn til náms og gegndu jafnframt störfum sem skrifarar eða lífverðir biskups. Veraldleg stjórnsýsla á biskupsstólunum var í höndum ráðsmanns og ráðsmanna á umboðum biskupsstólanna. Umboð voru höfuðból ásamt hjáleigum. Til þess að læra til prests urðu menn að fara til náms hjá lærðum prestum, ábótum eða munkum. Guðsþjónustur voru sungnar á latínu og oft dugði að kunna utanbókar litúrgíska texta á latínu og útdeila sakramentum. Á tímabili voru 2 spítalar í landinu fyrir fátæka og lasna presta. Á Íslandi gátu prestar tekið sér konur en þeir gátu ekki gengið í kirkjulegt hjónaband. Hjónaefnin gerði með sér kaupmála. Jón Arason átti til dæmis 6 börn sem komust upp. Við biskupsvígslu var biskupsefnið að skiljast við konu sína. Eftir siðskiptin var hjónaband presta löggilt. Í landinu voru 9 klaustur, þar af 2 nunnuklaustur sem voru mikilvæg menntasetur kvenna. Þessi klaustur voru rík af jarðeignum og voru kraftmiklir efnahagslegir aflvakar í sinni sveit. Þar voru reknir skólar, ritstofur og klaustrin tóku við gömlu fólki, prófentu fólki, sem gat borgað fyrir sig, oft með jarðeignum. Ríkir kirkjustaðir voru mikilvæg þrep í veiðingastiga klerka. Stöðunum fylgdi nokkur fjöldi hjáleigna og ítök og þar með tekjur sem stuðluðu að veldi þeirra presta sem sátu þessa staði. Erkibiskup úthlutaði ríkustu stöðunum en íslenskir biskupar þeim smærri. Á stærstu stöðunum voru oft nokkrir prestar að störfum, hvort sem það voru ritstörf, kennsla eða litúrgískar athafnir.